Komið sæl og verið velkomin í 5. þátt af 8 af Ævari vísindamanni. Ég heiti Ævar. Tíminn skrítið fyrirbæri. Stundum líður hann ægilega hægt og stundum hreinlega æðir hann áfram. Í dag ætlum við að skoða tíma, sem örugglega eftir að taka smá tíma. Tímaferðalangurinn úr skáldsögu H.G. Wells vísindamaður þáttarins. Við segjum ykkur frá tímavél sem var fundin upp í fyrra. Við skyggnumst aftur í tímann þar sem engin tími var og veltum fyrir okkur lífsnauðsynlegri spurningu. Kemur græni kallinn fyrr en við ýtum oftar á takkann? Við byrjum núna. Tilraun dagsins eiginlega það ótrúleg að ég verð að biðja ykkur að gera hana með mér, annars eigið þið ekki eftir að trúa mér. Það eina sem þið þurfið eru 2 svolítið þykkar bækur. Ég ætla að gefa ykkur 20 sekúndur til að hlaupa og finna 2 bækur. Á meðan ætla ég að sýna ykkur alveg fáránlegt myndband. Velkomin aftur. Bækur eru dásamlegar og þess vegna á maður alltaf að fara vel með þær. Það mjög mikilvægt að við förum varlega í þessari tilraun. Það sem ég ætla að biðja ykkur að gera að láta blaðsíðurnar í bókunum leggjast á víxl þannig að bækurnar blandist nærri því saman. Sjáðu þið? Glæsilegt. Reyndu nú með sameiginlegu átaki að losa bækurnar í sundur. Eru tilbúin að tosa í sundur? 1, 2 og tosa. Aftur, 1, 2 og... Prófa að fá okkur með þér. Halda hérna á móti og tosa. Þetta ekki hægt. Það ekki hægt að losa þessi bækur í sundur, en hvers vegna í óskupunum ekki? Núningur á milli 2 blaðsíðna kannski ekki mikill, en þegar svona margar blaðsíður liggja saman á víxl verður heildarnúningurinn gríðarlega mikill. Eigum að búa til sápukúlur? Já. Engar venjulega sápukúlur samt. Vetnissápukúlur. Vetni? Já, vetni algengasta frumefni í alheiminum og það líka léttasta efnið. Já. Ég held að við getum búið til með því að nota svona nagla. Þetta nú engin venjulegir naglar. Nei, þeir eru galvaníseraðir, sem þýðir að það málmur sem heitir sink, sem húðaður utan á þá. Ef við höllum yfir svona sinkmálm rosalega sterkri sýru sem heitir saltsýra, þá myndast vetnisgas. Og við ætlum að leiða það ofan í sápukúlulausnin okkar sem við byggum til sjálfar. Og búa til vetnissápukúlur. En vetni einmitt oft verið kallað orkugjafi framtíðarinnar. Sem vegna þess að þegar það brennur, þá gefur það frá sér rosalega mikla orku. Svona gera efnafræðingar sápukúlur. Það getur verið alveg óþolandi að bíða eftir hlutum. Maður getur orðið alveg vitlaus. Og þess vegna langaði mig til að athuga. Kemur græni kallinn á umferðarljósinu fyrr ef ég ýti oftar? Athugum málið. Það var kveikt á fyrstu umferðarljósunum þann 10. desember árið 1868. Járnbrautarverkfræðingurinn J.P. Knight bjó þau til. Ljósin voru gasknúin og virkuðu ágætlega til að byrja með. Þangað til þau sprungu mánuði seinna og drápu í leiðinni lögregluþjón. Í dag eru umferðarljós afar örugg og við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því að þau springi. Við vitum öll að við förum ekki yfir gangbraut fyrr en græni kallinn hefur látið sjá sig.
en stundum tekur alveg ægilega langan tíma að bíða eftir honum. Ef það er ekki búið að ýta á takkan og þú ýtir á hann, þá kemur græni kallinn auðvitað fyrr. En það skiptir þó engu máli hversu oft þú ýtir á hann, því ljósin í kring þurfa að tala saman svo að þú komist yfir. En ef það er nú þegar búið að ýta á hann eða þú rétt mistir af honum og bílarnir eru nýlagðir á stað, þá skiptir það litlu máli. Því miður. Á móti kemur að okkur finnst að skipta máli og stundum getur það látið tímann líða hraðar að ýta sem oftast á takkan. Svo eru auðvitað til gönguljós sem virka bara ef einhver ýtir á takkan. Á þeim kemur græni kallinn vissulega fyrr ef þú ýtir. Nú sjáum við eitt af fjölmörgum myndböndum úr myndbandakeppninni. Góðan dag, ég heiti Jana Geimfari og með mér í dag verður Boris sprengistjóri. Boris, sprengja, puff! Þættinum í dag hefur borist bréf frá Ævari vísindamanni. Hann leitar stundum til mín. Hæ, frábæra vísindakona. Ég hef oft heyrt ljóshraða og hljóðhraða en aldrei heyrt lyktarhraða. Hversu hratt ferðast lykt? Ævar. Þetta er góð spurning. Já. Á meðan ég undirbý tilraunina ætlar Boris að sprengja. Smá lyftiduft. Við blöndum saman vatni og lyftiduft í lokað ílát. Þrýstingurinn vex þangað til að lokið gefur sig. Það sem við þurfum fyrir tilraunina. Eitthvað lyktarmikið. Við ætlum að nota vaniludropa. Bómull sem við bleytum upp úr vaniludropum. Dollu með loki sem heldur lyktinni innilokaðri. Málband til að mæla fjarlægðir. Eitthvað til að mæla tímann. Og blað og blýant til að skrá niðurstöður. Við opnum dolluna og hleypum út lyktinni. Leið setjum við tímamælingu í gang og tökum tímann sem tekur fyrir lyktina að ná að nefinu. Fyrst mælum við hvað lyktin er fljót að berast hálfa metra, næst 1 metra, þá 2 metra þangað til að lyktin verður of dauð til að finnast. Á milli prófana þurfum við að lofta vel svo gamla lyktin hafi ekki áhrif á næsta próf. Svo skráum við niðurstöðurnar í töflu. Niðurstöður voru í stuttu máli þessar. Lyktarhraðinn er 2 metrar á mínútu. Lyktin dreifðist á jöfnum hraða en í tilrauninni barst hún ekki lengra en 2 metra. Við erum stödd í bænum Sandusky í Ohio-ríki í Bandaríkjunum árið 1850. Segjum sem svo að ég vilji vita hvað klukkan sé. Ég er ekki með úr á mér, þannig að ég geng einfaldlega inn á næstu krá og spyr hátt og skýrt fyrirgefið afsakið, getið þið sagt mér hvað klukkan er? Eða, af því að þetta er í gamla daga, þá spyr ég afsakið, hvað líður tímanum? Svarið kemur af vörmu. Hún er korter yfir 4. Takk, gott og vel. En segjum sem svo að á nákvæmlega sama augnabliki hefði ég frekar farið inn í næsta hesthús. Og ég hefði spurt, afsakið, hvað líður tímanum? Þá hefði svarið verið, Já, hún er 20 mínútur yfir 4. takk. Ekki mál. Þetta er pínu skrítið, við skulum prófa þetta einu sinni enn. Segjum sem svo að í stað þess að fara inn á krána eða inn í hesthúsið, þá hefði ég frekar barið á dyr hjá fógetanum og spurt óskup kurteisislega, af því að þetta er auðvitað fógetinn, afsakið, hvað líður tímanum? Og svarið hefði verið, Hún er 4:30. það magnaðasta við þessar aðstæður er að tæknilega séð, þó að klukkurnar 3 séu allar á sitt hvorum tímanum, þá eru þær allar réttar. En hvernig getur það verið? Jú, sjáu til. Árið 1850 í Ohio í Bandaríkjunum, þá var engin ákveðin tími. Það var bara hellingur af klukkum og úrum og þetta þýddi að tíminn gat verið hvað sem er. Þú réðst þinni eigin klukku og flestir stilltu sitt eigið úr eftir sólinni. Það var ekki fyrr en að járnbrautarteinar voru lagðir í gegnum fylkið að íbúarnir þurftu að samstilla úrin sín í takt við lestina.
Lestin þýddi viðskipti, póstur og ferðalög. Lestin þýddi peningar. Og því þurftu allir að elta hana og hennar tíma. Við erum stödd í Marel. Marel býr til tæki til matvælaframleiðslu, allskyns matvælaframleiðslu. Það er að segja aðallega í fiski, kjúklingi og rauðu kjöti. Þetta er Halldór Þorkelsson. Ég vinn í fiskiðnaðarsetri og er vöruþróunarhönnuður. Skemmtilegast við það er raun og veru að ég fæ að nota ímyndunaraflið mitt í að gera það sem ég næstu vil. Þær hugmyndir sem ég fæ yfirleitt að vinna með það lengra og raun og veru snýst bara hugmyndavinnu. Koma með einhverja nýjungar á markaðinn. Marel er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu á háþróuðum búnaði og kerfum til vinnslu á fiski, kjöti og kjúklingi. Hér er til dæmis sérstakur leyser að störfum. Eins og þið sjáið, þá er leyserinn farinn á stað. Hann er núna að skera sig í gegnum plötuna og það er alltaf að verða vitlaust. Þetta er rosalegt. Ef þið sjáið hér á myndinni, þá geta komið 150 mismunandi litlir hlutar úr einni svona plötu. Þetta er nýtt alveg gríðarlega vel. Hvað tekur þetta langan tíma kannski fyrir eina svona plötu að verða til? Það tekur cirka 41 mínútu að skera svona plötu. 41 mínútu, eins og þið sjáið, leyserinn er á fullu. Sjáum það bara. Og þegar leyserinn hefur lokið störfum stendur eftir afar götótt en vel nýtt plata. En hér eru fleiri merkileg tæki. Þetta er Sensor X, þetta er uppáhaldsvélin þín hér. Já, svona næstu. Þetta er röntgenvél og það sem hún gerir er að hún gegnumlýsir kjúkling og leitar að beinum. Og ef hún finnur bein í kjúkling, þá sendur hún það hérna niður við endan, aftur tilbaka og til raun og veru manneskju sem fær síðan mynd af þessu stykki og síðan þá sem sér beinið nákvæmlega hvar það er. Marel býður upp á mikið úrval háþróaðra tækja og hugbúnaðar. Þar á meðal vogir, flokkara, skurðarvélar, sægir, eftirlitsbúnað, beintýnsluvélar, frista, pökkunar og merkingavélar, svo eitthvað sé nefnt. Marel er alþjóðlegt fyrirtæki, sprottið úr íslensku hugviti og hjá því starfa yfir 4000 manns allan heim. Og það er ótrúlegt hvað sum tækin þetta geta gert. Eitt af merkilegustu tækjunum finnst mér vera laxavinnsluvélin okkar sem heitir ITM og er svona sérhæfður róbot sem snýst það að snirta laxaflök og tekur raun og veru fituna af þeim. Það er myndgreining, litamyndgreining sem sér raun og veru lax eins og allir vita er bleikur og fitan er hvít og myndgreiningin greinir þær hvítu partana sem eru á hliðunum á laxaflakinu og síðan sker hún nákvæmlega eftir myndinni fituna í burtu. Þetta hér er svokallaður suðuróbóti, vélmenni. Og ég er í alvörinni gríðarlega spenntur að fá aðeins að prófa hann og sjá hvað hann getur gert. Venjulega er þessi róbót notaður til þess að sjóða saman, en núna ætlum við að breyta örlítið til. Hvað ætlum við að gera? Við ætlum að fá okkur nammi. Við ætlum að fá okkur nammi? Hvernig líst þér við það? Mér líst mjög vel á það. Hvað gerum við þá? Þá ítum við taka hérna og látum að skammta fyrir okkur nammi. Sjáum hvað gerist. Ég tek það fram að auðvitað burstu við tennurnar að nammi átinu loknu. Róbótinn veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Og sjáu þið. Það tókst! Hér sjáu þið sérstakt öryggishlið. Vegna þess að þetta getur verið hættulegt og maður þarf að fara varlega. Þannig að leið og hann er búinn að skammta namminu, þá getum við farið. Ef við myndum fara og meðan hann var í gangi, þá myndum hann slökkva á sér leið. En nú er hann búinn að skammta, nú skulum við fá okkur smá nammi. Getum við alveg farið? Já, það var glæsilegt. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Þetta fyrirtæki byrjaði í Háskóla Íslands. Hugmyndurinn úr þar með að nota rafeindatækni til þess að skrásetja gögn úr vogum raun og veru. Og úr því verður til fyrirtæki árið 1983 sem síðan þróast yfir það að vera það sem við erum komið í dag, 30 ára síðan. Það eru raun og veru tækninýjungar sem gerðu það kleift að skrásetja gögnin sem kemur á voginn. Þú setur eitthvað á vogina og það kemur eitthvað vikt á stykkið og þá gat voginn skrásett raun og veru þessa vikt og geymt hana. Og
og síðan seinna meir þróaðist þetta yfir því að búa til sjóvog sem leiðrétti fyrir sjóganginn á skipinu. Þannig að viktin sýndi alltaf rétta vikt. Það flökti ekki með skipinu. Þá má til gamans geta þess að Marel hefur staðið við bakið á Ævari vísindamanni frá upphafi. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Það er komið að því. Í hverjum þætti þá veljum við einn vísindamann og fjöllum örlítið hann eða hana. Sumir vísindamenn voru til í alvörunni á meðan aðrir koma úr hugarheimi rithöfunda. Vísindamaður dagsins er þessi hér. Þessi maður hér. Þessi vísindamaður var ekki til í alvörunni, en engu að síður hefur hann gert svolítið sem marga hefur dreymt Hann er tímaferðalangur. Undir lok 19. aldar skrifaði breski rithöfundurinn H.G. Wells skáldsöguna Tímavélina. Bókin fangaði hugmyndaflug fólks þegar hún kom út og gerir það enn. Því allir hafa einhverja hugmyndum hvað þeir myndu gera ef þeir getur ferðast í tíma og rúmi. Myndirðu fara aftur í tíman og trufla Ingólf Arnarson svo hann fyndi aldrei Ísland? Eða myndirðu fara bara örstutt aftur í tíman og heilsa upp á sjálfan þig? Blessaður. Blessaður? Já. Aðalsöguhetja bókarinnar, þessi herramaður hérna, hann bar ekkert nafn. Hann var einfaldlega kallaður tímaferðalangurinn. Bókin segir frá manni sem ferðast langt fram í tíman og verður vitni að þróun mannkynsins í framtíðinni og örlögum þess, áður en hann snýr svo aftur til síns tíma. Hann lendir í undirstöðum við risastóra krabba, stórhættulega frummenn og viðbjóðslegt svart slím. Það er nefnilega ekki hættulaust að ferðast í tíma og rúmi. En eru tímaferðalög möguleg? Er hægt að ferðast í tíma og rúmi? Það eru þó nokkrir gallar á þessari kenningu. Í fyrsta lagi þá vitum við ekki nein ormagöng í alheiminum. Fræðilega séð getum við búið þau til á blaði, en til þess þurfum við orku og auðlindir sem við getum bara látið okkur dreyma Fyrirgefðu, já. Það er reyndar ein leið til þess að sjá aftur í tíma. Og hver er hún? Himingeimurinn, maður! Það er alls ekki víst að ferðalög til fortíðarinnar verði nokkurn tímann möguleg. Raunhæfasti möguleikinn á ferðalögum aftur til fortíðar eru eins konar göng á milli staða í geimnum. Slík göng eru kölluð ormagöng og þau mynda leið milli tveggja staða í geimnum sem er styttri en leiðin sem ljósgeisli fer frá einum stað til annars. Komið sæl. Við erum nemendur í 7. aðstoð til smáskóla og ætlum að sjá hvort hægt sé að búa til eldflaug með efnum úr alveg. Þar við tilraunina er spýta eða spónusplata, skrúfa og skrújárn, korktappi, límband, 2 lítra flaska, vatn, borðedik, matarsódi, eldhúspapír, matskið og trekk og bolli. Fyrst þarf að útbúa skotpallinn. Í hann notum við spónaplötuna, korktappann og skrúfuna. Þessu er komið haglega fyrir eins og má sjá. Límbandið setjum við fyrir utan korktappann svo flaskan sitji hæfilega þétt á tappanum. Það var það eldsneyti við eldflaugina. Við blöndum saman vatni og borðediki í hlutföllunum 2:1. Setjum 2 bolla af vatni og 1 bolla af borðediki í flöskuna. Svo pakkum við góðri matskeiðamatasópa í pappírinn þannig hægt sé að koma öllu ofan í flöskuna. Þetta gerum við svo við fáum tíma til að koma flöskunni fyrir á skotpallinum áður en allt fer í gang. Svo þau bara bíða og sjá. Brá! Stuði, koma! Tappinu er undir! Þetta er á leiðinni. Já, þetta er búið. Takk!
svolítið blandast saman er að í gang fer efnahvarf. Við efnahvarfið myndast gastegund sem myndar þrýsting í flöskunni. Þegar þrýstingurinn er orðinn nægilega mikill, þeytist flaskan upp í loftið. 10. apríl árið 2013 tilkynnti Íraninn Ali Rasheki að hann hefði búið til nokkurs konar tímavél. Rasheki er vísindamaður í Íran, en hann stundar einnig viðskipti og er uppfinningamaður. Vélina nefnir Rasheki Ariyayek tímavélina. Heitið er þó frekar villandi, því vélin gefur ekki kost á ferðalagi fram í tíman. Hún á hins vegar að vera þeim eiginleikum gædd að geta spáð fyrir framtíð fólks og sagt er að hún byggi spádóma sína á því að menn snerti tækið með fingrunum. Samkvæmt Rasheki á vélin að spá fyrir næstu 5 til 8 ár í lífi fólks eftir flóknum formúlum með 98% nákvæmni. Við skulum þó taka þessum fréttum með fyrirvara, vegna þess að enn sem komið hefur enginn fengið að skoða vélina, því tækið verður ekki gert opinbert strax. Ástæðan er sú að Rasheki telur verulega hættu á því að Kínverjar muni stela hugmyndinni og fjöldaframleiða vélina. Við bíðum spennt eftir frekari fréttum af þessari spennandi spádómsvél. Þegar við horfum út í geiminn, þá eru fjarlægðir svo miklar að hraði ljóssins skiptir máli. Þegar við horfum til dæmis á sólina við sólsetur, eru 8 mínútur liðnar síðan ljósið lagði á stað frá sólinni. Því má segja að við séum að horfa 8 mínútur aftur í tíman. Ef við lítum út úr sólkerfinu okkar og athugum nálægustu sólstjörnuna, Proxima í mannfáknum, þá sjáum við hana eins og hún leit út fyrir rúmlega 4 árum. Og þannig getum við haldið áfram að rýna lengra og lengra út í geiminn og sjáum leið sífellt lengra aftur í tíman. Með berum augum má svo vetrarbrautir í milljóna ljósára fjarlægð og með góðum sjónauka er hægt að sjá milljarða ára aftur í tíman. Vetrarbrautir í milljarða ljósára fjarlægð. Þannig er hægt að sjá aftur til þess tíma þegar sólkerfið okkar var að myndast fyrir 4,5 milljarði ára. Takk fyrir kærlega. Með því að horfa enn lengra út í geiminn með ýmsum aðferðum vonast vísindamenn til þess að sjá aftur til þess tíma þegar heimurinn myndaðist í Miklahvelli. Þannig að tæknilega séð þá eru tímaferðalög möguleg en að sama skapi tæknilega séð ekki. Blessaður. Tæknilega séð. Hæ, ég heiti Sturla Þór og hérna er ég með Mentos-tyggjó og svo er ég með vatn og svo svart ljós. Núna ef ég kveiki á svarta ljósinu þá sjáum við hvað gerist núna. Nú skulum við kíkja út. Ég er búinn að kveikja ljósið og taka niður tappan á flöskunni og nú er komið að tunnunni. Hvað frá? Það er ekki alveg. Þú blöytar? Já, má. Þá er þættinum lokið í dag. Takk fyrir að horfa. Ef þið hafið einhverjar spurningar eða viljið senda inn tilraunir, þá skuluð þið senda mér tölvupóst á ævarvísindamaður hjá ruvaff.is eða senda mér venjulegt bréf merkt ævarvísindamaður Efstaleiti 1, 150 Reykjavík. Munið líka að kíkja á heimasíðu þáttarins ruvaff.is/ævar og svo er önnur heimasíða sem ég mæli sérstaklega með en það er Vísindavefur Háskóla Íslands, vísindavefur.hi.is. Við sjáumst í næstu viku. Í næsta þætti að Ævari vísindamanni. Við skoðum stjörnufræðinginn Caroline Herschel, veltum við fyrir okkur hvernig sólin er í raun og veru á litinn og svo ætla ég að smakka steiktar flugnalirfur. Já, og svo ætlum við að sprengja upp boltalandið í IKEA.